Kæri hlustandi, þú ert að hlusta á leitina að penningunum. Ég heiti Gunnar Dofri Ólafsson og sem fyrir umsjónamaður þáttarins. Þátturinn unnin í samstarfi umboðsmanns skuldara og félagsmálaráðuneytisins. Gestur þessa þáttar Kristján Ingi Mikaelsson, frumkvöðull í fyrirtækinu Fraktal 5, englafjárfestir, fráfarandi framkvæmdastjóri Rafmyntaráðs Íslands, formaður stjórnar samtakana áhrifaríkrar umhyggju og margt fleira. Passar það ekki, Kristján? Þetta svona þokkalega rétt. Já, við getum verið í dálítinn tíma að þylja upp allt sem þú hefur gert og ert að gera og já, kemur þér út í þegar þið leiðist. Ég læt plata mig eins og ég kalla það. Já, algjörlega. En þrátt fyrir þessa lýsingu, hver maðurinn? Hvernig, já, það kannski rétt að segja það. Svona, það sem við erum helst að horfa á í þessum þætti eru rafmyntir og þessar svo kalluðu bálkakeðjur eða blockchain og eitthvað sem við erum búin að vera að tala um þetta hérna í smástund að viðtalið byrjar og ég ennþá svona með verkjar aðeins í heilabörkin, þannig að ég held að það til marks um það að ég að læra eitthvað, þannig að þetta gæti orðið mjög áhugavert að fá útskýringu á því hvað þetta og þessi tækni á bakvið þetta, rafmyntir og allt þetta kemur svona, eins og þú sagðir, þetta kemur svona inn í umræðuna í hvert skipti sem að það verður svona verðspæk þegar verðið á til dæmis Bitcoin alveg svona skrúast upp í það óendanlega og svo gleymist það þegar það kemur niður. Þannig að þetta svona uppleggi í þættinum hjá okkur, en þú mætti kannski byrja aðeins að koma inn á það, svona hver þinn ferill og hvernig þú leiðist inn í það að til dæmis að hafa mikinn áhuga á fjármálalæsi og ferð til San Francisco og verður frumkvöðull og alls konar. Einmitt, ég held að þetta sé mjög skemmtileg þáttu framöndan og svona almennt að tala þessi mál þar sem að hlustendur hafa kannski ekki endilega kynnt sér þau, að það var þetta fullkomin tími til að byrja því, en svona aðeins að mér þá hef ég alltaf verið mjög drifin einstaklingur, mér hefur fundist gaman að búa til hluti, ég svona sem flokkast kannski sem introvert, þó svo að fólk horfi ekki á mig þannig í dag. Nei, en þá svona mitt eðlisfar þannig. Ég fór mjög fljótt í tölvur og var að gera garðinn frægan þar, var að búa til alls konar forrit og leiki og eitthvað þegar ég var yngri og áhuginni mitt á því kviknaði svolítið á að ég var alltaf að búa til eitthvað business þegar ég var yngri og það var allt frá tombólum upp í að vera maðkasölumæður og tína maðka og ég þurfti alltaf einhvern veginn að kynna það út á við og mér fannst ekkert gaman að tala við fólk og neitt þannig. Þannig að ég fór að búa til vefsíður og svona kynna þetta þannig og það einhvern veginn enda á að verða síðan bara miklu meiri business en allt hitt sem ég var að gera. Við þekkjum þetta þegar við erum börn að við erum að reyna að búa eitthvað til og svona í rauninni fólk reyna að taka þátt og hjálpa og maður enda kannski með 10 skall eftir puðið og þetta svona einhvern veginn bara mikil eftirspurn á þessum árum þegar ég var kringum 11-12 ára aldurinn og sen upp úr, þannig að ég í rauninni dregst svolítið inn í þennan heim og bý til alls konar skemmtilegt fyrir mína jafningja og fólki í kringum mig. Já. Og þaðan hef ég í rauninni bara alla götur síðan verið að búa til hluti í 20 ár. Ég svona álpast út í eitt og annað, er í Árbæðaskóla, gengur bara fínt þar, gengur vel að læra á allt það, fer sín í Vestló og þá einhvern veginn umturnast þessi tölvu áhugi svolítið og ég í rauninni fer miklu dýpra ofan í tölvur og allt sem þeim fylgir. Já. Og ég rauninni teka bara upp á mitt einstæmi að kafa djúpt og læra á þær. Við fáum mjög gott tækifæri þar, nemendafélagið er mjög sterkt, mikið í gangi og við erum búin til alls konar lausnir fyrir nemendafélagið svona plattform og vefsíðu þar sem fólk getur komið og tala saman og það í rauninni var svona fyrsta alvöru risaverkefni sem að ég tók að mér og ég og 2 aðrir gerðum þetta öll árin og það var bara mjög, mjög gaman. Ég hætti íþróttum á sama tíma og í rauninni dröslast í gegnum Vestló af því að ég er bara farin að búa til fullt af business til hliðar, er þarna búin að stofna fyrirtæki 16 ára gamall og í svona vefbransa. Já. Og fyrir að vinna á Stock software sem var að búa til upp 2011 og það var bara mjög snemma í þessum app heimi, það var enginn að búa til upp á Íslandi. og kunnulegt nafn, Stokkur software. Já, akkurat, Stokkur software, bjóð til Dominos appið og Strætó appið og allt þetta. Einmitt. Þannig að þetta var risi, 7-8 manna risi í app heiminum, bara í heiminum, það voru ekkert margir í þessu og í rauninni síðan býður Greencloud mér að koma og vinna hjá þeim og þigg það sem var selt síðan til NetApp
ég veit ekki hvort að hlustendurnir þekkja það, en það er svona tölvu fyrirtæki, risastórt Fortune 500 fyrirtæki, og þau vilja einmitt bara hætti í Vestló og farið þangað, en einhvern veginn nær mamma alltaf að halda mér í gegnum Vestló, ég er mjög þakkláttur í dag. Síðan þegar Vestló klárast að þá tökum við nokkri strákar okkur saman og stofnum frumkvöðlafyrirtæki, og við förum bara þessa hefðbundnu vegferð eins og maður sér í bíómyndunum og svona í blöðunum, að við bara í rauninni förum út með hana, út með þessa hugmynd, förum í Kísildalinn, reynum að safna pening þar, náum að safna smá pening, erum að fara fram og tilbaka yfir árin, og á endanum þegar við erum búin að pívota eða skipta um vöru svona 300 sinnum, og komum samt alveg með fína tekjur undir lokin, en náðum ekki að skala út fyrir landsteinana, að þá í rauninni tekum við annan kapli og ég fer og byggi upp rafmyndaráð ásamt mörgum góðum einstaklingum. Þannig að þaðan byrja kannski svona nútímasagan sem að ég er í, en vissulega bara, þetta eru kaplar, líka á þessu tímabili kom ég að því að búið til stærsta gagnavettfang á Íslandi sem heit APIs.is þarna 2013, samlega því bjóði til kostningavef sem heitir kjósturétt.is sem er opin upplýsingaveita fyrir kjósendur og sem geta nálgast gögn á óháðan hátt, allir flokkarnir fá jafnt vægi og senda okkur í rauninni sínar upplýsingar. Þannig ég hef haft mjög mikinn áhuga á í rauninni svona eflingu lýðræðisins, og þetta er vantilega plattform sem við sjáum koma upp aftur núna bara. Akkurat, í 4. skipti núna, sem er ótrúlegt, mjög gaman á 2 eða 3 árum fyrst manni. Gott að vera á Íslandi með svona, og getur sagt að hafa farið mjög oft í lofti á mjög stuttum tíma. Þetta er að heyra í Ísraelum, þeir eru kjósi í 4. skipti núna á 2 árum. Akkurat, maður ætti kannski að opna þetta þar líka. En einmitt, bara í ýmsu og er hérna í rafmyndaráði, og síðan núna í lok síðasta árs að þá fór ég inn í nýtt startup með Gumma Hafsteins og fleiri góðum, Björgvini Guðmundsinni og Sörum Ásdóttur, og erum að búa til í rauninni alveg framúrskarandi nýja vöru sem hefur ekki sést í heiminum í dag, og er svona nýtt trend sem er að fara af stað í þessum samfélagsmiðlum, og hvernig kannski fólk getur hist og svona gert eitthvað í raunheimum. Og þetta er einmitt fyrirtæki Fractal 5. Já, þetta er fyrirtæki Fractal 5, og við erum að fara að koma með vöru núna fljótlega og söfnum $3 milljónir í fjármögnun, sem eru 370 milljónir í svona vísisjóðum frá flottum fjárfestiðarni í Kísildalum, og erum að fara bara þess að hefðbundu leið í því að byggja fyrirtæki, og verðum líklega ekki með tekjur núna í áru og næsta ári, en erum bara ganga og sjóði fjárfesta til að byggja upp þetta félag. Eins og maður gerir. Þannig að það er mjög spennandi, og við erum alltaf að stækka og bara ráða fólk og sækja eftir þessum tækifærum, og síðan er mitt bara rafmyndir eru mér hugleiknar. Saga mín kannski þar er svona hliðasaga við þessa sögu. Ég er rauninni sé Bitcoin algjörlega óvænt þarna 2013 í febrúar, er þá að ráðstefnu í París eitt forritunarmál, og bara mjög öflugt forritunarmál, og bara gaman og hvað það hefur vaxið og hjálpað mér að ná í rauninni svona langt, af því ég veði á réttan hest þar. Og þar voru 2 fyrirlestrar það sem kallaðist Bitcoin og bara verðmætasendingar á internetinu, og ég eitthvað svona, maður hefði heyrt af þessu, en ég hef aldrei farið að skoða hvað þetta var. Og þarna svona kom í fyrsta skipti einhver vísir að því að ég sat á fyrirlestri, 2 fyrirlestrum á klukkutími samtals, og ég var bara, hvað er hér á borðinu? Þannig að þið verkjaði mjög mikið heilabörkin. Já, mér verkjaði mjög mikið heilabörkin, af því á þessum tíma þá var ég búin að búa til svona 300 tengingar við Valitor og Borgun fyrir alla og ömmu þeirra í vefbransanum og slíku, og einhvern veginn kostaði alltaf mjög mikið, þróunartími var langur, það voru fyrirtæki sem nefndi vilt ekki að svara því að maður var með eitthvað lítið og veltan samrændist ekki þeirra markmiðum að vera með arðbæra sölu til að selja manni lausnir. Þannig að þar í rauninni kviknaði þetta, en ég í rauninni fer ekkert á dýftina fyrir en kannski 2017 í þessum heimi. Ég kaupi reyndar mitt fyrsta Bitcoin í mars 2013 fyrir Linden coin eða Linden dollara sem var Half-Life mynt, tölvuleikurinn Half-Life. Á þessum tíma, ég veit ekki hvort að hlustendur kannski allir gera sér grein fyrir því, en á 2013 að þá var ólöglegt að kaupa sér eitthvað í útlöndum sem hét einhvers konar fjárfestingarnafni. Það voru gjaldeyrishöft. Við til dæmis
strákarnir í fyrirtækinu sem við stofnuðum, við þurftum að fara ólöglega til Bandaríkjanna og stofna móðufélag ólöglega í Bandaríkjunum af því það var ólöglegt fyrir Íslendinga að eignast hlutafé í erlendu félögum. Þannig að við brutum gjaldeyrislög 2013 til að stofna erlend félag sem að var í rauninni bara, það var einskis virði, það var bara okkar hugvit og við vorum að búa eitthvað til. Síðan þurftum að fara afturvirku seðlabankaleiðina frægu, það tók 9 mánuði og að meðan voru bara lögbrjótar og það allt kom síðan í ljós og varð í lagi, en það kosti okkur nokkur 100.000 að fara seðlabankaleiðina til þess að stofna félag sem kostaði $500. Þannig að, og $500 eru 60.000 krónur fyrir hlustendur. Þannig að þetta er svona, það var margt í gangi þarna og leiðin til að kaupa Bitcoin á þessum tíma var einmitt að eignast einhverja myndi í einhverju tölvuleik og skipta því á einhverjum skrýtnum vefsíðum sem að enginn vissi hvað hétu og var alltaf að koma og fara, eða þá bara senda peningi umslagi til Slóveníu þar sem að Bitstamp var í rauninni kauphöll, evrópska kauphöllin sem að byrjaði 2011, já, bara alveg fáralegt. En menn voru að gera þetta í stórum stíl og einhverjir sem að trúða á þetta en líka bara margir sem voru að kaupa sér og nálgast kannski ólöglegan varning eða varning sem að var svona jaðarsettur á internetinu. En það var frábær greiðslulega á þeim tíma þar sem að menn töldu eða fólk taldi að það var ekkert að rekja þessar fæslur og fólk var að kaupa sér allt frá eitulyfjum upp í eitthvað ósniðura þarna og á í rauninni vefsíðum án þess að neitt myndi koma að því og þeim var síðan dreift með póstinu til dæmis á Silk Road að póststofnunin Bandaríkjanna, hún var dreifiaðalinn og Bitcoin var greiðslumiðillinn og svona saman var þetta hinn fullkomni vettfangur til þess að dreifa hlutum milli einstaklinga. Þannig að það svona hefur verið ýmislegt gerst á þessari vegferð en það sem tók síðan við 2017-18 var að við byggjum upp rafmyntaráð sem eru svona samtök sem eru einstaklingsdrifin, þetta er ekki fyrirtæki sem eru innanborðs, við erum í rauninni bara svolítið jafningjafræðsla, við höfum verið að sýna ríkinu og stjórnvöldum svolítið aðhald í svona þeirra orðræðu og nálgun og svona vera að reyna að hjálpa þar miklu meira heldur en að vera með einhver skítköst á móti. Við höfum verið með prógram upp í háskólanum báðum, kennt mikið áfanga og annað, verið með fyrirlestra og höfum verið að halda hittinga og eins og fyrir COVID að þá vorum við með 2 hitting í mánuði rafmyntir og allt sem því tengdist allt frá því hvernig þú sýsla með rafmyntir, kaupa og selja, yfir í bara tæknina, framtíðamöguleikana, hvernig þú getur byggt eitthvað sniðut sem er ekki til í dag og allt þar á milli og lögfræði áskoranir og allt. Þannig að það er mjög flottur hópur og eru með reglulega viðburðanir hvetningu til að kíkja á það. En það kannski leiðir okkur svona inn í þessa umræðu sem er svona stærra samhengið, rafmyntir og bálkakeður. Já, af því sko fyrir einhvern sem er bara akkurat núna veltaði fyrir sig hvort hann er endurfjármagna húsnæðishálfum sitt og eitthvað svona tiltrúlega sem allir eiga að gera allir eiga að velta fyrir sér bara, og það eitt að vera veltaði fyrir sér er bara til marks það að maður er á góðum stað með þau mál en fyrir okkur venjulega fólki sem erum bara í venjulegum heimilisrekstri þá virkar þetta alveg svona óheyrilega flókið og sérstaklega fólk sem er ekki með sko, sem er bara með félagsvísindabakgrunni eitthvað svoleiðis að sjá alla öll þessi tækni því það er kannski svolítið mikilvægt að við aðgreinum í þessu annars vegar sko, Bitcoin sem það sem fólk lítur á sem fjárfestingu og hins vegar bara þetta blockchain, þessa bálkakeðju tækni og hvað hún þýðir og hvað hún gerir þannig að það er ekki svona kannski það fyrsta hvað er þetta? Einmitt, ég kannski verða að fá að byrja aðeins aftar persónulega og svona endilega svona af hverju ég er rauninni dregst svona fáránlega mikið inn í þetta og það er kannski svona ég hef alltaf verið mjög peningaþengjandi ég kem ekkert af efnafólki en eitt þannig bara kem úr millistétt, íslenskri millistétt og hef alltaf verið bara svona þurft að kaupa mér eigin spólur og bara svona þannig uppeldi alltaf liðið vel samt og allt það en bara í rauninni ég hafði mjög mikinn áhuga á þessu og við fórum öll í gegnum lífsleikni í skólunum og einhvern veginn kom þetta lítið fram þannig að þetta hlaðvarpi til dæmis gott dæmi það sem að ætti að vera á allra vörum og bara skildu hlustun í rauninni. Sammála því. Við vorum þarna í Versló settum upp fjármálalæsi og vorum með herferð í kringum það vorum að búa til efni og reyna svona að fá fólk til að spá aðeins betur í þessu málum af því ég hef alltaf sagt, ekki alltaf sagt ég var ungur einhvern tímann en svona í seinni tíð hef ég sagt sko að allir ætti að taka sér frí í nokkra mánuði læra fjármál og
bara læra, ekki setja pening neitt eða selja neitt eða gera neitt, bara fara kannski í 3 mánuði og læra hvernig virka peningar, hvernig virka bankakerfi, af hverju hefur húsið mitt virði, allt þetta sem að við, af hverju hækka brauðið mitt í virði milli ára, bara læra þetta, að því við hugsum svona göngu venjulegs einstaklings hérna á Íslandi, að þá förum við gegnum skólakerfi og lærum eitthvað svona grunn hugtök í þessu, en síðan fyrir fólk og vinnu kannski frá 18 ára aldri til 67 ára aldurs, og þetta eru næstu 50 ár þarna, og fólk bara að vinna og taka kannski 300 til 500.000 eftir skatt og bara setja þetta eitthvað og gera eitthvað. Sko, áhrifin af því að fara í dag og læra hvernig þetta komið svo fyrir, ekki, þú veist, fara og horfa hlutabréfamarkaðan allan daginn, heldur bara hvernig getur þú sýsla með þína peninga á þann hátt að þeir varðveitast og aukast hámarka virði þeirra. Að það er vanvirðing og óvirðing við þig í framtíðinni að gera þetta ekki í dag, út af því að bara 3 mánuður af vinnu sem er þá 300.000 sinni 3, segjum bara milljón sem að þú gætir sett inn á bankareikningin eða í hlutabréf eða eitthvað sem þú kýst að kaupa, verður minna en peningurinn sem að hlýst af því að menntast í þessu. Þannig að það er svona mjög mikið drif hjá mér að læra þetta mjög snemma, og ég er bara komin á ból og ká, búin að vera í fleiri ár að spá í þessum málum, og það einhvern veginn svona dregur mig svolítið snemma í þetta Bitcoin og rafmyntir og barkakeður og allt þetta, að bara það er svona eitthvað í gangi í peningkerfinu sem að fær mig til að vilja horfa á önnur sjónarmið, og eins og þú nefnir þetta með Bitcoin og aðra rafmyntir og barkakeður, það er alveg rétt sem hún segir að ég seti þetta algjörlega í 2 flokka. Bitcoin kemur þarna fram 2008 og það er gefið út sem hvítbók eða í rauninni svona akademískur pappír sem er bara varpað út á internetið af einstaklingum sem báru dulnefni Satoshi Nakamoto, og það veit í rauninni enginn hver bjó Bitcoin til enn þann dag í dag, 13 árum setna, og það er svona eitt af því sem að gerir Bitcoin mjög sterkt. Síðan strax 2009 að þá fara fyrstu fæslurnar á stað, að netið er sett upp og það hefur keyrt samfleitt alla götu síðan, og á þessum tíma, það er örugglega rifið oft upp í þessum þætti, en í fjármálakrísunni sem átti sér stað, að þá í rauninni kemur þessi lausn þarna fram, bara svona þetta er bara mjög óvænt eftir hrun í rauninni. Og svona meðan hrunið á sér staðir, og býst ekki við þessu, og þetta leysir vandamáli að fólk getur í rauninni flutt verðmæti á milli sín, og upphaflega heitir pappirinn Electronic Cash Peer-to-Peer Payment System, í rauninni leið til að greiða meðal jafningja yfir internetið á dreifðan hátt, og það er það sem Bitcoin kemur með, og síðan þá í svona skjólið þess á grundvelli þess hversu lengi það hefur verið keyrt án hnökra, það er aldrei neitt komið upp á, það er ekkert fyrirtæki þarna eða engin framkvæmdastjóri eða neitt sem að ræður þessu, þá hefur þetta bara aflað sér trausts og í rauninni búið til eitthvað sem er einhvers virði fyrir einhverja í heiminum. Þannig að það er í algjörum sérflokki. Síðan það sem við fórum að sjá þarna 2014-15, kannski 14, með tilkomi Ethereum sem er í rauninni rafmynt og bálkakeða, og ég get fannast út í bálkakeður á eftir, en það í rauninni kemur með svona 2.0 hugsun inn í þennan heim. Það kemur með og segir, við ætlum að byggja á sömu dreifðu tækni sem er þá jafn örugg og Bitcoin ef að fólk er að stunda þessa námuðislu sem við tölum líka á eftir til að tryggja netið, að þá getum við fara að gera flóknari hluti í sendingum. Á þessum tíma þá var Bitcoin þannig að þú sendir það frá A til B. Ethereum sagði þú getur sendt frá A til B, þú getur sendt frá A til C, látið C geyma það og sendt síðan á B setna. Þú getur skipst á hlutum, þú getur búið til nýja hluti á þessari bálkakeðu, tákn og coin, og þú getur fara að gera alls konar sem að í dag telst sem flóknir fjármálagjörningar og eru í rauninni gerðir eingöngu fram að þessu til 2014-15 inn á bankastofnunum eða tryggingastofnunum.
og það markar svolítið kaflaskil í sögunni út af því að það voru margir búin að reyna að búa til aðrar tegundir af Bitcoin en þær voru allar keimlíkar og bara nákvæmlega eins og Bitcoin þangað til að Ethereum kemur fram. Síðan kemur Ethereum fram og þá einhvern veginn verður svona tækni bylgja. Það bara myndast einhver stemming, þetta opin hugbúnaður sem að fólk getur skoða og lesið og bætt og í rauninni klónað og fara að keyra sjálft. Það fara bara alls konar einstaklingar, klárir einstaklingar og bara alls konar fólk að búa til lausnir ofan á þennan Ethereum grunn. Og út frá því þá bara verið að búa til fjármálakerfi, það verið að búa til tryggingasamninga, það verið að búa til alls konar flóknar útfærslur sem við getum farið í seinna í þættinum ef við höfum tíma. En í rauninni sko magnið af rafmyndum og bálkakeðju verkefnum hefur bara farið í veldisvexti síðan að Ethereum kemur fram og að þetta er hugbúnaður sem er einhvers konar fjármálanet, einstaklingar senda verðmæti, einhvers konar pælingar, að þá hefur það í eðli sínu einhver verðmæti, af því að það getur tekið rentu af þeirri starfsemi sem á sér stað í þessu fjármálaneti. Þannig að menn hafa, fólk hefur farið að stunda einhvers konar spákaupmennsku með í rauninni myndirnar sem að verða til samhliða þessum bálkakeðjum og fara að veðja á það bara eins og einhver startup sem að er oft ekki rétt nálgun en í rauninni á einhvern hátt sambarlegt. Og sko varðandi bálkakeðjur og rafmyndir að þá er þetta að hugsa bálkakeðjurna sem bara tæknina á bakvið. Þannig að þú getur hugsað þetta sem bálkakeðjurnar eru eins og internetið á meðan rafmyndirnar eru eins og vefsíðurnar sem lifa á internetinu. Þannig að rafmynd sem slíkt er bara ein útgáfa af því sem að bálkakeðjur geta fært á milli einstaklinga. Það geta líka bara verið gögn eða bara hvað sem er á rafrænu formi, það geta verið skjöl. Þú getur fært eignarhlut á skjali og fært að milli og afdulkóðið þegar að réttur eigandi á það og eitthvað slíkt sem að er kannski ekki efni í þennan þátt. En út af því að það kemur svo margt þarna fram að þá fer fólk að sjálfsögða að spá leið og það er leið og það er einhver leið til þess að giska á eitthvað að þá fer fólk að giska og það er svona í eðlinu okkar og í rauninni þá hafa myndast þessir gífurlegu spámarkaðir með ýmsar myndir. Í grunninn það sem er að eiga sér staða er leitun að nýrri tækni sem að mun koma og skipta svolítið út þessum bankainnviðum og fjármálainviðum sem að við búum í dag. Það þarf ekki að vera að séu bálkakeðjur og rafmyndir en það lítur allt út fyrir það í mínum huga og í mínum bókum að það sé komið ansi langt með að sanna að það sé verður aðili til þess að skipta út mikið á þessum stöplum sem að eru þar. Þetta er alveg stórt. Þetta er orðansi stórt og það er mikil verðmæti þarna. Við erum að tala yfir 1000 milljarða bandaríkja dala. Já, og líka bara sko, tilhugsunin og fullyrðingin að bálkakeðjur geta komið ein svona framtíðarsýn er að þau muni bara leysa einhver sko kerfi sem hafa fyllt okkur mörg 100 ár af hólmi. Akkurat, og það er einmitt það sem mér finnst svo skemmtilegt að ég fór ekki í háskóla svo það komið fram, algjörlega sjálflærður svona tölvu spekulant eins og fólk kannski þekkir og ég í gegnum það að kenna svolítið í háskólanum að þá fór ég að skoða söguna og ég hafði mikla ánægja að því að einmitt fara yfir þessi kerfi sem við höfum í dag og ef maður skoða bara peningasöguna að þá er alltaf að gerast hraðar og hraðar. Við erum að vera fleiri sem búum á þessari jörðu og notum peninga. Það eru minni sjálfsþurftabúskapur heldur en var. Við erum orðin svo fárulega sérhæf að þú ert ekki lengur bara læknir, þú ert orðin skurðlæknir, þú ert ekki einu sinni skurðlæknir, þú ert bottlanga skurðlæknir og það er bara fólk að læra það í 8 ár eða eitthvað, skilur við. Þetta er orðin svo ótrúlega sérhæft og nýjungagirnin og hraðin er fram að internetinu var svona þokkalega línulegur en eftir að interneti kemur fram að þá einhvern veginn bara fer alls konar í gang sem var ekki til áður. Þú þurftir alltaf að vera í viðskiptum við sama bankan áður en interneti kom fram. Þú kannst ekkert fara og teki út, vera í bænum og fara á Sögukrók og teki út á báðum stöðum. Það bara virkaði ekki þannig. Af því að bara upplýsingarnir bárust ekki á milli og hvernig átti bankin að tryggja og tókst ekki út á 2 stöðum. Og seðlabankar eru til í kringum byrjun 19. aldar, eða sem sagt 1910 cirka, þá er bandaríski seðlabankin búin til og
þessi kerfi ekkert það gömul. Gullfóturinn var tekin á 1971, það var Richard Nixon Bandaríkjaforseta og það eru bara 50 ár síðan. Ég tweetaði afmælið þess hérna daginn og það var ekki margir að spá í því en mér fannst það svona merkilegt, þetta svona í ljósi sögunar hefði átt að taka til því punktur. Og sko ef við horfum bara á síðustu 10 ár, hvað hefur gerst á síðustu 10 árum? Það er allir konum með snjallsíma. Snjallsíminn sem tækni 12 ára. Já, iPhone kemur fram 2007. Já, 2007, kannski 13 ára gamall sem í rauninni bara hugmynd og var náttúrulega algjörlega ónótæfur þarna fyrstu 2 árin. Sérstaklega í Íslandi, út af einhverjum geoveggjum og akkurat, svona, og sérstaklega miðað við svona virknina sem við þekkjum á snjallsíma í dag, menn þetta var bara hurðarstoppari þá. Já. Þetta var hurðarstoppari með síma og e-maili. Snertiskjá og eitthvað skona snertiskjá. Já, akkurat. Þannig að ef við hugsum bara síðustu 10 ár, hvað hefur gerst? Ég meina, ég get farið og opna bankaþjónustu hjá Revolut sem eru einstaklingar sem aldrei séu mig í persónu. Þau vita mjög takmarka mig umfram það sem ég gef þeim og sendi þeim mynd af og þau eru bara tilbúin að veita mér alls konar þjónustu, lán, tryggingar, ferðatryggingar, fyrirframgreiðslur, kortaþjónustu, bara you name it. Og það er svo magnað að hugsa til þess að bara að við munum hætta að þróast og það verður bara kerfi verður bara svona næstu 10 árum. Af því að bara ég held að það sé enginn sem að geti sannfært aðra að það verði stað. Bara heimurinn stoppar í dag, að bara við erum í tímahylki, það er bara COVID nú og nú er þetta bara áfram og það verður allt því sama. Þannig að það sem að fólki yfirsést oft með rafmyntir og bólkakeður að þetta svolítið næsta skref. Ef við tökum bara verðmætasöguna á mjög fljótlegan hátt. Fyrst skiptum við á kindum og beljum. Þannig að ef við ætlum að stunda viðskipti að þá mætti ég kannski með 1 kú og þú mætti með 4 kindur, bara vöruskipti, svona bartering eins og heitir á ensku. Síðan komið sér eðalmálmar og einhvers konar hlutir sem að fólk fór að trúa á í sameiningu, einhvers konar vopn og annað, en aðallega sér eðalmálmar og það er komin svona 6-10 ára saga á bakvið að þá gæst þú komið með kú, eða ég get komið kú og þú gæst komið með gullpenning eða silfurpenning eða bronspenning á einhverjum tíma og þú gast látið mig fá þann penning og ég léti fá kúna. Þú lést mig ekki fá nein verðmæti í sjálfu sér. Ég gæti ekki borðað þetta, ég gæti ekki klætt mig í þetta og einhvern veginn þarna myndaðist algjörlega ný hugmyndafræði sem enginn hafði séð áður og í rauninni bara magnað því það er engin dýrategund sem gerir þetta nema við erum í rauninni búin að búa þetta til í hausnum á okkur. Það er mjög skemmtilegt að fyrir fólk sem vil kafa djúpt ofan í þetta þá er bókin Sapiens algjör demantur. Akkurat. Ég er svo gaman að því það líkir lögfræðingu við seðkalla, þeir segja einhver orði í einhverju röð og bara einkahlutafélag. Það hugmyndaauki mannkynsins óendanlega. Akkurat, og þetta er allt eitthvað sem við búum til sem ekki til í náttúrunni og það er engin eðlisfræðilögumál sem að stýra. Er ekki til í rauninni. Akkurat. Akkurat, það er bara leið og við bara segjum að það sér til. Akkurat, og þess vegna hefur það virði. Og í rauninni þarna myndast þessi viðskipti og fólk gæti skipst á líka mismöndi hráurum, bara gulli og silfri. Fólk var að gera það líka, það var ekki alltaf ein hlið sem var í rauninni raunvirði. Og ástæðan fyrir að við gerum þetta var ekki svo að það var bara okkur fannst gull allt í hennu frábært. Gull hafi verið til með manninum alla ævi í mismiklu magni og fólk hafi alveg safnaði í mjög langan tíma. Það sem þetta gerir að þetta eykur skilvirkni að þessi skipti eru skilvirknis uppfinning og til dæmis nýlendu stefnan sem að var hérna í mörg hundru ár á síðustu 1000 árum hún hefði ekki gengið og fólk getur haft mismunandi skoðunar á hvort það var gott eða slæmt, það hefði ekki gengið nema út af peningum og verðmætaskiptum með þessum hætti. Þannig að í rauninni eftir sem að við þróuðumst þá fórum við að nota aðra hluti. Við sáum 1200 fyrir Krist að þá byrjaði, 1200 eftir Krist að þá byrjuðu aðilar í Kína, í héruðunum í Kína, sveitastjórar og svona fólk sem var herra í stjórnsýslunum að gefa út pappír sem að táknaði þá að þú að ég, til að tungum saman dæma, ég átti þessa kýr. Þannig að í staðin fyrir að upphala dæmi, ég kem með kýr og þú kem með 4 kindur,
síðan kom ég með kýr og þú komst með gullpenning, að þá einhvern veginn kem ég með pappír sem segir að ég er kýr og þú kemur gullpenning. Já. Þannig að það leysir mjög mikið, að þá er í rauninni að stunda viðskipti án þess að færa neitt til, að við erum í rauninni bara með eitthvað sem að við ætlum ekki að eiga til lengdar, heldur er eitthvað skonar skiptimiðl í þessum viðskiptum sem er eiga sér stað. Síðan seinna meir, þá fyrir við að sjá útgáfu peninga, að þetta form hjá þessum embættum breyttist og ríki og til dæmis eins og Bretland fór að gefa út bara pund sem að var þá bara gjaldmiðl konungsveldisins. Það fór út allan heim, þeir samfæru þjóðir sem þeir voru í viðskiptum við eða þau voru í viðskiptum við að þetta hefði eitthvað virði í sjálfu sér, þannig að skinn voru keypt fyrir pund, bara pappír sem að frumbyggjar voru að taka við, í rauninu ótrúlegt að það hefði tekist og í seinni tíð að þá þróast þetta út í að vera meira samkeyrður markaður í heiminum eftir sem að viðskipti milli landa aukast, skip verða betri, auðveldar að ferðast á landi, þannig að þörfin á meiri skilvirkni eykst og fer að þjappast miklu meira í einn gjaldmiðl sem að er þá í rauninni eitthvað sem allir eru tilbúin að taka við og þetta hefur verið allt frá hollenskum myndum og sænskum og frönskum og breskum upp í núna bandaríkja dollaran sem svona global currency denominator og í rauninni það sem gerðist síðan algjörlega fáránlega öfugt við þetta trend er þessi atburður 1971 þegar gullfóturinn er tekin af að þá í rauninni eru að taka skref ekki aftur á bak endilega í skilvirkni, heldur á aftur á bak í eiginlegum verðmætum. Já, gullfóturinn gekk sérst út af það að þú bandaríkjadollar var þannig að þú gast bara fyrir hvert dollar sem þú áttir bara ákveðið mikið af gulli í Fort Knox og gast alltaf farið og skipti út og aðrar þjóðir gátu farið í krafti sinna dollara eignar eða bandaríkjadals eignar og skipti út og í rauninni það sem að sprengir gullfótinn var að eftir stríða þá lofuðu bandaríkjamenn að halda þessu hlutfalli í skefjum og bara að það væri fast en frakkar og Sviss þeir segja bara, herru, af hverju svona mikið til af dollarum, þetta er bara komið út fyrir öll velsæmismörk og þeir segja bara, við ætlum að fá gull fyrir allir dollarum okkar og þá kemur bankþrýstingur og fleiri lönd fara að gera þetta og þá er í rauninni bandaríkjum verið að uppiskrópa og þurfa bara að hætta að skipta á þessum grundvelli sem þau hefur gert og þannig springur gullfóturinn út af þessum freistnivanda. Þannig að þarna breytist skilvirknin til eins betra af því það er að búa til meiri peninga, algjörlega ótengt öllum verðmætum, kúm, kindum, gulli, bara alveg sama hvað. Þetta er í rauninni, þarna erum við bara með pappír sem er skilvirkasta leið til að skiptast á verðmætum fyrir utan Apple Wallet við erum bara við erum 1971 að skilvirkni verður aukin en þarna í rauninni missum við eiginlegu verðmætin og þau glatast endalega þannig að þarna verður þessi aftenging og margt sem er búið að gerast síðan þá og svona gröf sem getur séð með hversu mikið gjaldmiðlar að fallið, gagvart gulli og öðru og allt það og ég nenni nú ekki að ranta eitthvað það en stuttaútgáfan er mjög mikið stuttaútgáfan er 99% nánast alveg saman hvað horfir á fall sem er í rauninni, þú ert að margfalda núvirði með 100 til að ná sama virði og varst með þarna fyrir 50 árum síðan sem er ótrúlegt og í rauninni út úr þessu kviknar svolítið minn áhugi og fót kjölfestan í því að ég á Bitcoin í dag að Bitcoin einhvern veginn er kerfi sem er eins og kerfið í byrjun að það er bara takmarka magnaði og það er svona þó að við vorum frumbyggjar og kannski hefur fundist endalaust að gull af jörðinni það hefði alveg getað gerst en þá einhvern veginn er bara takmarka upplegg og það er enginn sem að breytir því gegn mínum vilja þannig að það dregur mig inn og tæknin síðan þegar ég fyrir að skoða þetta að þá sé ég bara trendi sem er eiga sér stað í rauninni breytingu á hvernig við nálgumst peningan úr Seðlabanka búin að gefa út að þeir munu líklega margir hverju gefa út stafrænar myntir
sem að vera mjög áhugaður tilraun út frá bara seðlabanka hugtökum og svona heimspeki, ekki endilega tæknilega, þetta mjög auðvelt tæknilega og svona margt sem að fara að breytast út af því að þessi hugmynd kom fram. Hún búin að velta stóru hlassi sem að einhvern veginn margir tölda væri ekki að færa úr stað. Seðlabankar eru mögulega eitt af 3 öflugustu kerfum sem við höfum bara eftir þjóðríki. Það ekkert sem að ávið seðlabanka, þeir eru yfir allt hafnir, þeir taka eigin ákvarðanir og sem að eru í þágu þjóða og til að stjórna hagkerfinu og koma því aftur á réttan kjöl og svona reyna sveiflujafna. Þannig að í rauninni á 10 árum, á 13 árum, 12-13 árum, þá Bitcoin búin að í rauninni fella þessa einokun sem að seðlabankar höfðu í hausnum á fólki sem hugmynd og ég sé ekki endilega að þessi þróun sé að fara að minnka heldur bara aukast í kjölfar COVID, peningaprentunar og alls sem við höfum séð í dag og getum kannski rætt líka ef að hlustendur hafa áhuga því. En þetta sko þetta eitthvað sem og það kannski ég veit ekki hvort það sé vegna þess að seðlabankastjóri eins og seðlabankastjóri og Ásgeir Jónsson og Gylfi Magnússon sem prófessor í viðskiptafræði held ég og þeir hafa svona þar kemur fram gagnrýni á sko það rafmyntir og efasemdir að þeir muni skipta verða sem sagt gjaldmiðill í framtíðinni. Hvernig blasir þetta við þessum pælingum? Og þetta það mjög jákvætt að heyra þetta frá fólki sem að situr þarna. Af því að bara ef að þeir var ekki að hamra niður eitthvað sem að fólki að brenna sig á bara réttilega í spákaupmennsku eða eitthvað að þá væru á mjög vondum stað. Við viljum að topparnir í hagkerfinu, ekki hagkerfinu heldur bara í íslensku stjórn og atvinnulífi séu að hamra á móti trendum sem að breyta siglingu flugmóðskipsins meir en 1 gráðu. Heimurinn okkar getur ekkert breyst mikið meir en 1 gráðu á ári. Það bara fer allt úr skorðum. Og Bitcoin og rafmyntir og allt þetta alveg hugmynd sem að svolítið uppeyja í margra bókum. Varðandi það sem þeir að segja, þeir báðir í seðlabankan. Gylfi kemur þarna að seðlabankan líka. Mjög öflugt fólk og virðingavert og mjög klárt. Kemur að gamla skólanum vissulega og svona talar ekki fyrir kynslóðunum sem að koma upp í dag en þessar athugasemdir snúaði að Bitcoin getur ekki orðið gjaldmiðill. Ég myndi ekki segja þessi sammálaði en ég held að Bitcoin sé ekki að reyna að vera gjaldmiðill svona í hugum fólks af mínum samtölum af því að Bitcoin bara það sem fólk hugsa hvað það og svona á því sem að ég hef rætt við fólk að þá það ekki stefnan svona á stóra skalan. Það spákaupmennska þarna og sérstaklega í öðrum rafmyntum og líka náttúrulega með Bitcoin. Sveiflurnar rosalegar. Ástæða fyrir sveiflunum þær eru nokkrar og mjög skemmtilegar. Svo sem kannski minnst skemmtilega bara að það takmarka upplag af Bitcoin og það eru fleiri sem vil eignast það í dag en í gær. Það bara þannig. Og þá verði að hækka út af því að það einhver sem verður að selja til annan geti eignast. Og þá koma einstaklingar eins og Gylfi og bara fleiri án þess að kannski nefna hann beint á nafn en þá koma einstaklingar fram og segja bara að þetta bara meira flóns æði, þetta bara spákaupmennska og túlípanæði og ef maður fyrir að greina allar þessar bylgjur og þessi kröss og allt þetta sem átt sér stað í mannkynssögunni að þá þetta bara alls ekki líkt. Bitcoin sem graf og þróun ekki líkt neinu sem við séum í mannkynssögunni. Það þetta að segja 5 sinnum á þessum 13 árum og jafnvel oftar fyrir þetta einhvern til en svona 5 sinnum eða 6 sinnum núna frá með mæ á mjög konkrétt hátt að Bitcoin hafi verið túlípanaæði bara lækkunin á mjög stundum tíma var það mikil en þetta alltaf þannig að Bitcoin með eitthvað virði í sjálfu sér út af því að það með aðra eiginleika en fjármálakerfið sem að fólk trúir á fólk trúir mismikið á það þegar það sér meiri fréttunum og meira umtal að þá virkar heimurum bara þannig að fleiri tógast inn í það og fleiri síðan sitja eftir í framhaldinu þannig að það koma of margir inn í einu verði fyrir of hátt eins og við sáum 2017 og fór upp í $20,000, $90,500 stykki
og það bara allir bara, þetta getur bara haldið áfram, það bara manið í gangi og síðan kemur leiðrétting og heildarlega leiðréttingin þá fór niður í 3300 bandaríkjadali og það var harkalegt, það var 83% lækkun eða eitthvað slíkt og á þeim tímapunkti var alveg hægt að segja að þetta var meiraflóns æði en á sama tíma eru aðrir sem segja og þar meðal tali ég bara, það eru fleiri sem trú á þetta, það eru fleiri sem eiga Bitcoin, það eru fleiri samtöl út af því að eiga sér stað og þetta bara tímaspursmál hvenær það kemur aftur skellur á söluliðinni eins og gerist það því að bara Bitcoin úr þannig gert að fólk vil eiga þetta til lengri tíma út af þessum sveiflum, það borgar sér ekki að kaupa þetta til styttri tíma, fólk þarf að eiga þetta í nokkur ár og helst með peningu sem að þarf ekki að losa næstu 5 árin og í rauninni það sem á sér stað að fólk kemur hann inn og allt fyrir upp og síðan fara einhverju út og allt hrynur og þetta bara gerist áfram og út af drifum sem eru byggð inn í Bitcoin þar með til að halving sem að hugtak sem að þýðir að Bitcoin gefið út með sanngjörnum hætti þeirra aðilar sem hafa tekið þátt í að tryggja kerfið fá umbun í formi Bitcoina fyrir þessa námuðslu fyrir að halda á kerfinu og þurfa þar að leiðandi að selja eitthvað af því fyrir rafmagni og gjöldum og einhverju slíku og þannig í rauninni Bitcoin dreift. Í dag það þannig að það eru 900 Bitcoin búin til á dag og það eru 18 á dag. Á dag? Já, okay. 900 Bitcoin á dag. Já, í ár eru það 900 á dag. Já, í ár. Svo minnkar það. Já, akkurat. Þessi viðburður átti sér stað í maí í fyrra og þá voru 1800 Bitcoin á dag. Og þetta gerist á 4 ára fresti að þá helmingast nýmyndun þannig að ef þú tekur 900 og deilir upp í heildarmagni 18,6 milljónir þá eitthvað í kringum 2% verðbólga í Bitcoin 1,78% verðbólga í Bitcoin þess að nýmyndunar verðbólga ekki það allt sé að hækka þetta minnkar þannig að verðbólgan og allt það minnkar í þessu kerfi en út af helmingunni að þá verður minna til af nýju Bitcoin í umferð þannig að það ykkur aðeins sem fara og kaupa Bitcoin og eiga til lengri tíma eins og til dæmis ég ætla ekki að selja það í fyrirsjáanlegri framtíð, það getur eitthvað breyst ég segi það ekki, en bara ég mun ekki selja Bitcoin mitt það eru fleiri eins og ég sem hugsa þannig og það bara mikið af þessari mynd læst niðri, bara ekki búið að hreyfast í mörg ár og það að greina þessar færslur á Bitcoin-netinu það 2/3 af öllu Bitcoini hafa ekki verið hreyfðir í yfir 180 daga helmingur af helmingur af öllu Bitcoini hefur ekki verið hreyfður í ár og 1/3 hefur ekki verið hreyfður í yfir 2 ár þannig að þessi kurva alltaf að vera brattar og brattari og fólk að halda miklu þéttar í þetta það ekki að kaupa og selja endilega út massin, það mikið fólki sem að gera þetta og í rauninni viðskiptin sem eiga sér stað eru kannski með 3 milljónir Bitcoina og það að valda verðsveiflunum þegar fólk að selja og kaupa þennan stabba sem eftir þannig að í rauninni það minna frambúa Bitcoin og ég skrifa ítrekka þetta í fjölmiðlum í fyrra að þetta væri eiga sér stað og að öllum líkindum með að skoða söguna og í rauninni frambúðskellin sem á sér staðna að þá mun Bitcoin hækka til lengri tíma og það bara nákvæmlega það sem gerist og það til dæmis eitt að drifunum af hverju Bitcoin að hækka núna en ekki fyrir 2 árum skilur að ástæðan fyrir þessari hækkun bara að frambúðskellinu kom fram í 11. maí í fyrra og það tekur hann bara nokkra mánuði að fara af stað og þetta var bara eins og klukkuverk hvernig þetta fór á stað nú 1 árs afmæli frá þeirri helmingun 3 ári næstu og áhrifin munu halda áfram en þau munu vera minni núna næstu 3 árin og síðan bara gerist þetta aftur og nýmyndun á Bitcoin nánast engin eftir næstu helmingun og þá fyrst verða í mínum bókum alvöru heillandi kerfi þar sem að verðbólgan fyrir undir 1% þú nefndu mig kerfi á jörðinni sem þannig bara fast sem að mun ekki breytast vissulega verðbólga búin að vera neikvæð í Evrópu og út af COVID og eitthvað en það bara til skemmri tíma þannig að margt þarna mjög spennandi og fólk að eignast Bitcoin og að fara í þessa spákaupmennsku og kannski einmitt fyrir hlustendur þáttarins að
margir eru einhverjir eru að hlusta og hugsa bara af hverju ætti ég að kaupa bitcoin, er þetta bara rugl, hvað verði á þessu núna, verði á þessu núna er $38,000 var 64.000 hérna fyrir bara einhverjum vikum 3-4 vikum Já. og gífuleg lækkun 43% lækkun í raunvirði og í rauninni 2017 átti sér stað 2 sambarilega lækkanir og í rauninni þetta var fyrsta, þetta er svona í þessum, það er ekkert annað til að bera saman, þú getur ekki tekið á .com og tekið það saman en þú bara berð sambarilega sagt, hvar við erum í sveiflunni, að þá erum við bara eftir fyrra krassið 2017, við erum bara í júli 2017 getur drepi markaðinn og búið til nýtt trend, en ef að sagan endurtekur sig að þá mun Bitcoin hækka talsvert meira upp í margfaldara sem er 5-10-faldur það sem hann var í fyrri topp á fyrri uppsveiflu. Það er bara í rauninni útreikningur og svona pælingar á bakvið bara ef að það fer sama hæp í gang ef að í rauninni Bitcoin verður jafn mikið tala sinnum það sem var þá út af því að það eru fleiri að tala þetta er ekki bara eitthvað svona hérna, ég sé á grafi að Bitcoin getur tífaldast með hvernig það var að því að tífaldast alltaf á 4 ára fresti þetta er ekki þannig, heldur er þetta þannig að bara frá því 2017 þá er búið meir en 2-falda fjölda fólki sem á Bitcoin þannig að þegar að allt fyrir á stað þá eru meir en 2-fald fleiri sem er að tala um þetta sem þýðir að útbreiðslu áhrifin í umtali eru meiri sem þýðir að koma fleirin og þetta er bara svona veldisvöxtur eins og hjá bakteríum þannig að það eru margir að sjá þetta og sérstaklega núna, það er bara himnasending fyrir Bitcoin hversu mikið er vera í rauninni koma með ósangjarnar efnahagsaðgerðir til dæmis lágir vextir er einn ósangjarnasta leið fyrir til að dreifa peningum í samfélagi við erum að sjá mikla misskiptingu þegar fólk hefur aðganga í rauninni mismiklum pening á þessum vöxtum við erum að sjá að sumi geta tekið ótakmarkaðan pening, keypt upp einna hálfa miðbæinn og selt hann sér núna á þreföldu verði með hvernig hann var 2015 og allir eru já frábært lágir vextir og við komumst öll út á húsnæðismarkaðinn en býtu það er verið að kaupa út fjármagnseigendur sem eru búin að halda á þessu síðan þá það er svona mikil misskiptingu og síðan er verðbólga og peningaprentun og allt þetta og ég er ekki að segja þetta sé vont en ég er bara að segja að það er kerfi sem er eins og Bitcoin sem að býður upp á aðra lausnir sem að þú verður ekki fyrir þessum áhrifum sem að er að koma á fullkonu tíma ef þetta er komið fyrir 15 ára síðan þá höfðu öllum verið saman alveg á sama hátt og þegar ég hef verið að labba inn í banka og tala okkur ráðstefnum heima rafmyntir og annað þá segir bara fólk af hverju þarf eitthvað kerfi sem getur millifært peninga við búum á Íslandi, það eru rauntíma millifærslur og tala breyta innviði í fjármálageranum er nánast bara rugl en það, fólk fattar ekki að við erum 400.000 manns að færa til peninga og heimurinn að úti virkar ekki svona, tekur einhverja daga ofta að færa til peninga. Það er eitthvað sem maður gerir sér ekki grein fyrir að þetta er búið að vera hluti á íslensku bankakerfi þessu rauntíma millifærslu bara í mörg ár þó svo það Akkurat. Þú ferð út fyrir landsteinana þá er það ekki þannig Akkurat. En eitt varðandi sko, þessi trend með Bitcoin og þetta virðist rosalega flókið og og ég svona segi það bara hreint út mér og við töluðum um þetta áðan peningar sem setur í Bitcoin, peningar sem að fara í svona þetta eru, ef þú ætlar á annar borð að setja peningarna þín í þetta þá skaltu vera tilbúin að hafa þá peninga þar mjög lengi og b, vera tilbúin að tapa þeim öllum því þetta svona já, það er flækjustíð er mjög mikið og það er svona undirliggjandi verðmæti, þú veist, efnahagsreikningu Bitcoin er ekki til eins og þú getur skoðað bara efnahagsreikningur Amazon sýnir bara svona mikla tekjur, svona mikil gjöld á meðan hitt virðist einhvern veginn svona ennþá fjarlægara raunveruleika tengingu. Akkurat, þetta endanlega virðismat er eitthvað sem er akkurat bara í hugum fólks og ég myndi ekki segja að þetta sé endilega flóki á þann hátt að þetta sé flóknara en fjárfesting í Amazon þetta er kannski flóknara þann hátt að þetta er eitthvað nýtt sem fólk skilur ekki og til að taka þennan samanburð á sko, þú getur farið og skoða efnahagsreikning Amazon og fundi verðmæti þess fyrirtækis en þá segi ég bara
á bakvið það virði er eitthvað sem heitir PE ratio, P/E, og það er bara price to earnings, í rauninni velta fyrirtækisins og í rauninni hvaða hagnast mikið á hverju ári deilt og markvalda yfir nokkur ár. Þannig að fólk er að segja kannski, mér finnst ásættanlegt að kaupa félag á þessu verði út af því á 10 árum fæ ég það tilbaka. Þá ertu með hlutfalli upp á 10. Sko, fyrir 5-6 árum síðan að þá var til dæmis PE ratio á Apple, tökum Apple af því að ég er með þetta í huganum, það var í kringum 10. Þannig að fólk var að segja Apple er flott fyrirtæki, það velti miklu, finnur mikið upp, ég er tilbúin að kaupa Apple af því að á 10 árum að þá kemur svo peningu tilbaka og á 11 ára er ég farin að græða pening. Bara mjög flott fjárfesting, gott fyrirtæki, alltaf frétta. Þannig að í hugum fólks var verðmæta Apple tífalt með þennan stöður. Af hverju var það 10? Af hverju var ekki 3, 4, 5 eða 100 miljón? Þú veist, ég veit ekki, bara þetta var konsensusin á þessum tíma. Í dag þá er þetta orðið 33. Já. Af hverju 33? Hvar get ég fara og lesi það? Á hvaða stað stendur svo tala? Þú veist, allt þetta er bara í rauninni sama virðis mat eða hugsun og er af hverju kostar Bitcoin X. Í rauninni það sem ég er að segja er að þetta er sama spákaupmennska eða hugmyndafræði á bakvið hvernig þú metur virðið. Í Bitcoin þá ertu ekki með eitthvað þetta er fyrirtæki sem græðir X og þess vegna er tilbúin að borga X-inu 10 fyrir það. Heldur er þetta miklu meira þannig að þú ert að byggja á öðru. Þetta er meiri hrávara sem hugmyndafræði heldur en hlutabréf. Það er og jafnvel gull. Þannig meira svo gull. Já, akkurat, þetta býr ekki til arð, þetta setur bara þangað til einhver annar eignast þetta, þannig að þú ert að veðja á að það hækki. Og sko það er það sem mér finnst svo magna, að fólk er svo oft blind á flækjuna í núverandi kerfi og núverandi í rauninni mati á hvernig við erum að horfa á núverandi heim og heimsmynd. Það er ekki að segja bara já, ég er með einhverja tölu í Excel-skjali eða á einhverju Nasdaq eða eitthvað og ég get deilt einn tölu með annari og fæ úr 10 og þá er það bara í lægi, en ef eitthvað annað er 12 þá er yfirverðlagt, þannig ég ætla ekki að kaupa það og við stoppum aldrei til að segja bara af hverju finnst með 10 þú veist, af hverju það tala. Þannig spurningin ekki kannski vera víðari og bara þetta er allt matskent. Akkurat, en ef þú fer að skoða þetta, veist, það eru fræði þetta á bakvið, en þau eru bara mjög flókin. Það er bara, hvað kostar peningur? Hvað vaxtast í heiminum? Vaxtast hefur mjög mikil áhrif á PE ratio, af því að bara ef að vextur er mjög háir þá þarf fyrirtæki að vera ansi gott til þess að skila með peningunum tilbaka versus að ég kaupi bara ríkisskuldabréf. Og bara svo við tökum PE hlutfall eða PE ratio, þetta er sem sagt price, það er sem sagt verð fyrirtækisins deilt með earnings sem eru tekjur, þannig verð deilt með tekjum og þú færð út 10 eða 33 eða 3. Þannig að ef fyrirtæki veltir 100 milljónum ári og er í kaupullin á miljard, að þá er hlutfall 10. Og í rauninni sko það er fullt þarna bakvið sem er bara mjög flókið og er ekki áþrjámlegt. Þú ert með alls konar formúlur, þú ert með formúlur í öllu þarna og þú ert með svona hugmyndafræði A, hugmyndafræði B og fólk er svona, hvor er réttir þessu tilviki og allt það. En þá ertu bara komin í akademíun og farin að lesa einhverja ritgerðir bara af hverju þessi aðferðafræði versus hinn. Og munurinn á því og Bitcoin er bara að Bitcoin er til, það er allt opið, það geta allir lesið að það er engin hugmynd í hausnum á neinum sem að breytir raunvirði Bitcoin eða út frá tæknilegu sjónarhorni. Það er engin þetta er eins fyrir alla, þetta er sama loforð og bók fyrir alla sem allir geta lesið. Hins vegar er þetta erfiðara út af því að þú ert með bara huglegt virði og það getur sveiflast mjög hratt. Fólki getur fundist gaman að dansa Fortnite dansa en síðan kemur bara TikTok og allir farnir að dansa TikTok dansa, skilur og þá bara svona deyr eitt trend og annað kemur og það sama áalveg við Bitcoin nema það vinnur svona dýpri tengsl við fólk heldur en einhver dans. Það er þarna út frá einhverju kannski hugmyndafræði sem að einstaklingurinn ber og svona trúir
svona á hans sín á heiminn þannig að það er svona heldur manni meira en einhver góður hambúrgari eða einhver dans og í rauninni það sem maður er svolítið að horfa á í þessu verðlagningarmódeli er bara hvað finnst mér og það er fáralegt að segja þetta en bara þegar maður er búin að vera í ákveðin tíma í Bitcoin og í rauninni horfa á þetta veist, mér finnst Bitcoin virði $36,000 eða $38,000 mér finnst það bara fáranlega ódýrt Bitcoin og ég á erfitt með að skilja það að einhver sé tilbúin að selja Bitcoin á $38,000 þegar að verðbólga er að keyra verð á timbri er 70% upp mánuð eftir mánuð húsnæðismarkaðan á Íslandi er upp 11% verðbólgan er að fara á stað það vera að prenta metmagna peningum veist, ég get ekki skilja ég vissulega er með pening keypti Bitcoin fyrir löngu síðan þannig að mitt meðalverð er langt neðar og Bitcoin þyrfti nánast að fara inn í 0 til að ég var að tapa á því en bara svona fyrir mig að horfa á þetta þá er ég bara, ég skil þetta ekki en það er bara út af því að það er bara einhver krísa einhver staðar eða einhver breyting, Elon Musk tweetar eða einhver áhrifagjarn segir eitthvað og þá er bara, það er ekkert hart PE ratio til að fara til þannig að bara það er ekki einhver sem segir bara, herru, ok, núna er Bitcoin fónir í $30,000 og það triggerir ekki einhvern á Wall Street að fara og kaupa út af því að það er bara það segir allt í fræðunum að þessi fáraleg sala þannig að það er ekkert svona sem bakstoppa það en bara ef maður horfir virkilega til dæmis á hennan spíral sem átti sér stað ótrúlegu verðspíral sem átti sér stað síðustu vikur það að Bitcoin hafa ekki farið í 0 bara hvernig gerðist það bara ég skil ekki hvernig bara þessi spíral hélt ekki þá var bara allir sem voru með einhver lán eða gírun í sínum sem sagt stöðum þegar þú ert að stunda kaupa hlutabréf þá getur þú fengið smá lán frá kauphöllinni eða einhverjum aðeilum innan kauphallarna til þess að stunda viðskiptin og þetta er oft mjög hátt í Bitcoin og alls ekki gera þetta, bara aldrei nema þessi fagfjárfestar en bara mjög margir sem eru þarna og þetta var bara allt hreinsað, það var bara allt losað og sem þýðir að fólk var að selja gegn sínu vilja þetta er svona veðköll í rauninni já, þetta eru veðköll, það var bara allt margin call á veðkallað inn og fólk var bara að selja gegn sínu vilja í einhverjum verðum sem voru bara fárleg og ég fer þarna bara að kaupa eins mikið og get bara setja allt á bálið af því ég bara, herði, þetta er fáránlegt þannig að það er heilmikið undir hjá þér en ég náttúrulega einmitt sko, fyrir tíma rafmynda að þá var mín eignastaða ekki frábær ég var frumkvöðull var í ýmsu og svona beitti hugmyndafræði í minni nálgun og heiminn þannig að ég var miklu meira að reyna að gefa tíma en að fá borga fyrir vissulega var ég á vettvöngum að kenna í háskólum og gera alls konar bull sem að bara amma og mamma hristu hausina að ég var ekki að rukka fyrir en ég sagði líka bara ég er þarna að tala en ekki einhver annar sem vil fá 100 áskall og ég stend sem sagt á þeirri ákvörun í dag og bara hef komist miklu lengra en þessi 100 áskall hefði gefið mér þannig að peningastæða mín, ég var bara á yfirdrætti þá út af því að ég sem sagt er forritari ég sagði alltaf við fólkið mitt bara ok, ég skulda 1,8 milljónir og það var ekki eitthvað að því ég var að leika mér ég var að kaupa mat fyrir þetta og það voru ekki að koma tekjur inn í startupið mitt þangur til við náðum að safna pening og ég sagði alltaf bara, ok, þetta er peningur þetta er mikill peningur og að skulda þetta er fárlegt en ef þetta fer illa þá getur labba borgatúnu og fengið 10 atvinnutilboð og það var bara, ok, ég get fengið ég get farið í eitthvað fyrirtæki og unnið bara og fengið svona lágmarkslaun pluss 100 áskall bara út frá mínu sem ég þekki eða jafnvel meira og bara borga þetta tilbaka á einu ári að bara, ok, ég er með svakalegt upside eða sem sagt ávinning, mögulegan ávinning að búi til mitt eigi fyrirtæki og ég er mögulega að tapa ekstra ári, auka ári þannig að svona í rauninni áhættu vigtin þar var mjög góð en þú veist í dag er ég bara, ég á allt mitt undir í þessu út af því að allt sem ég hef eignast er þarna ég hef verið að stunda kaup og selja rafmyndir og náttúrulega bara reynda að eignast eins mikið Bitcoin og ég get það er alltaf enda markmiðið mitt
Síðan hefur verið að búa til innvið í þessu speysi í nokkur ár, hjálpa að búa til kauphöll og á í rauninni í henni, kom að því að stofna eitt stærsta námufélag landsins sem að tryggja Bitcoin-netið og bara á heimsvísu risastórt, og búin að gera alls konar í bara enga fjárfestingum líka sem eru ekki einhverja myndir, heldur bara í fyrirtækjum í geiranum, átti meðal annars í Coinbase sem að fór á marka, keypti minni ránd þar mjög snemma, þannig að bara margt svona sem að ég reyna að gera sem ekki bara að horfa eitthvað coin of the day eða eitthvað sem að ykkur blikkar að mér og reynir að fá mig til að kaupa því það eitthvað ægilega fyndi eða einhver hundur eða eitthvað skilur sem að eitthvað mím, heldur ég bara, þetta trend sem að fara að vinna. Eða þú veist, ég komið þangað, það þarf ekki að vinna og það að eiga debat það, en bara í mínum bókum að búa að vinna, en áhrifin þess að það muni vinna hafa ekki komið fram. Þannig að það þýðir að það í mínum bókum fjárfestingartækifæri. Þannig að ég bara að reyna að horfa hvar get ég beitt mér til þess að fá sem besta arðsemi út úr mínu tíma og í rauninni fjármagni í þessum gera. Og það bara með því að horfa til eins og Bitcoin og svona annara sem að gera góða hluti sem ég bara treysti og trúi persónulega á sem einstaklinga. Ekki eitthvað verkefni sem einhver staðar út í heimi bjóð til og bara einhver rafmynd sem að hver sem geta búið til og með einhverjum hundi á. Akkurat, og það bara vitleysa og þar í sammála Árna og Gylfa og öllum þessum klára einstaklingum sem hafa stigið fram. Það bara rugl. Það nefnilega sem langar að komin á eftir smá. Það sko fyrir venjulegt fólk þá líta allar rafmyndir eins út en í þínum huga þá það ekki. En það var svolítið áhugavert þar sem sagðir sko þessi möguleiki þínir var bara að þræða borgatúnið ef allt fær í skrúuna. Þetta svona kallar svolítið á bók sem Andrés Jónsson fjallaði og sem var síðan til umfyllunar í firma Ritar sem annað hlaðvarp svona eins og þau kallaði sér 2 manna bókaklúbbur, það er Startup of You og það talað þetta svona plan A sem það sem þú ert að gera, plan B sem svona útfærsla á því og svo plan Z, hvað það versta sem gerist og það þetta, það svona skemmtilegt hvernig þú bara svona, ég veit ekki hvort þú hafi lesið hana en þú heimfærið það bara algjörlega á það hvernig þú veist bara þú lifir eftir því hvað þetta var það en kannski eitt tengt því að ég hugsa allt svona og ég ekki lesið þessi bók og ég raunin bara tilenga með hugmyndafræði með því að ég raunin mistakast endalaust, mér alltaf að mistakast eitthvað en síðan bara ég hér í dag og fólk sér það sem að takast og ég raunin ég hugsa svona mjög öðruvísi en allir, ég hugsa alltaf bara hvað það sem allir að gera og hvernig get ég gert þetta þannig að ég fá eitthvað út úr í kannski eða að ég geti hjálpa öðrum á hvern annan hátt og allt einhvern veginn hefur verið svona, bara ég fer ekki í háskóla og ég í rauninni kem út á vinnumarkaðin, ekki með neina vini í atvinnulífinu, vini mínu voru í skóla næstu 5 árin þegar ég fer út í atvinnulífi og bara enginn sem stjórnaði neinu eða gerði neitt hafi neina áhrif innan atvinnulífis sem oft svona í rauninni það besta sem maður hefur af stuðningsneti og ég í rauninni fer að halda ykkur á forritunum viðburði og svona byggja mína eigin þörf bara, ég þarf að hitta fólk og það ekkert eitthvað endilega langtímaplan en í dag þá ég bara álitinn vera eitt klárustu forritur af landsins af aðra sögn og ég tel mig ekkert vera það en bara, ég var bara mjög vókal, hélt ráðstefnur með öðru góðu fólki, við byggðum upp stærsta forritunarsamfélag á Íslandi og bara svona það einhvern veginn var til út af því ég var ekki bara eitthvað 5.000 skall til að mæta eða eitthvað þannig, heldur bara eitthvað svona óvænt byrja bara sem eitthvað pínulítið og svona verður að einhverju brjáluð eins og bara með kjóstu rétt og allir bara eitthvað, viltu ekki vera með þetta auglýsingar og geta fengið miljón per kostningar og eitthvað og ég bara það er fínt, það er ekki ástæðan fyrir bjóða til ég þarf ekki þessa miljón vissulega væri betra að skulda 800.000 en 1,8 en sem sagt það sem ég ætla að gera bara búið til vettvang sem sanngjarn og bara eini óháða aðilinn sem ekki influencer á neinu og síðan í kjölfari eru við núna opna í 4. skipti og í síðustu kostningum þá kom 25% kjósandi inn á síðuna og þetta bara svona viktin af þessu versus eitthvað sem að svona, fólk átt erfitt með að sjá það í svona til skemmri tíma en yfirleitt það besta sem fólk gerir og nú þetta svona smá að kasta glestin en bara að hugsa til lengri tíma ég ekki gamall en ég reyna að hugsa
líka til 10 ára bara hvað er það sem ég kalla arbitrasið í þessu sem ég er að gera til næstu 10 ára þú veist, hugsið í stóru trendi, maður er allir að hugsa til næstu mánaða eða jafnvel næstu 2 ára en bara ef þú hugsið til 10 ára þá eru allir vegir færir nánast sko og það er það sem að markaði stefnu þá sem þú ætlar að vera eftir 10 ár núna og ekkert endilega marka stefnu bara eins og til dæmis þegar fólk talar að fara á networka að fara og hitta annað fólk og svona reyna að fá tengsl og eitthvað allir í kringum mig hafa verið með á fólk sem er í kringum 40-50 ára gamalt bara við erum ung eða fólki var þá ungt sem var í kringum mig og það fyrir að tala um 40-50 ára fólk og í rauninni miðar engöngu þanga allt hitt eru bara vinir og ef þú ert ekki vinahópnum þá bara nenni ekki að hanga með þér og þetta eru bara megin mistök bara hvað er fólki að spá bara þetta fólk sem er að tala við mun vera í 20 ára á vinnumarkaðnum hvaða fólk mun vera næstu 50 ára á vinnumarkaðnum það er manneskjan sem situr við hliðina þér í háskólanum eða situr við hliðina þér og er jafn gamall og þú þannig að bara eitt er að taka spilun og tala við eldra fólk en af hverju ertu ekki að tala við jafningja og sem sagt raunverulega ef að þú ert eitthvað aðeins á undan eins og ég fór út á atvinnulífi á undan virkilega reyna að hjálpa mínum jafningum að koma sér inn í atvinnulífi eftir skóla til dæmis bara hvað ég held að það muni hjálpa mig mikið af því það er bara fullt af fólki sem að ég líti ekkert á að skuldi mig greiða en bara gúdvili sem að maður hefur eftir þetta hjá einhverju fólki sem að raunverulega sem sagt maður þurfti ekki að hjálpa en maður gerði það og sem sam og fólki sem er 50 ára að hugsa þegar að tala við þig það er að tala við ungan einstakling af hverju er að tala við hann það er svona eitthvað að reyna að fá eitthvað gúdvill og svona hjálpa næstu kynslu og eitthvað svona en bara vá hvað jafningja fræðsla eins og þú ert með í hlaðvarpinu en bara jafningja hjálp og svona gefa tíma þar er vannmetið í rauninni sko. Hugsa í kynsluðum sko. Og það, við erum alltaf að tala okkur inn í næstu hluta af þessu þætti ég ætla að mér að koma inn á það ennþá síðar en bara svona svo við förum hvorur í fangelsi fyrir hennar þátt þá bara rétt að ávarpa það er mjög mikilvægt að fólk ætlar sér að fara í einhverju fjárfestingar og eitthvað svoleiðis að kynna sér hluti alveg brjálæðislega vel og taka ekki ákvörðun byggt á því sem það bara heyrir heldur bara fara að vinna sína eigin heimavinnu og þú horfir til Bitcoin því þú ert búin að vinna þína heimavinnu í sko áratug ég fylgdi þeirri stefnu með þetta og allt að ég er svolítið í Matrix myndinni að opna dyrnar ég er bara á fullu að reyna að opna eins marga dyr fyrir fólki og ég get bara í því sem ég til vera sannleika ekki bara í Bitcoin, heldur líka í alls konar heimspekimálum effektiv altruism hreyfingunni að gefa góðverk og allt það ég opna dyrnar, fólki sjálf lappar gegnar þannig að ég er einhvern veginn aldrei ég telða á höndum eða sérst fingrum 2 handa hversu margir ég hef sagt bara nú ferð þú og kaupi Bitcoin annars tala ég ekki við ég segi það aldrei við fólk af því að bara ég trú á þetta en ég meina ef allt fyrir skrúna þá vil ég ekki missa sambandi við það er ágætis svona skóhorn inn í þessa pælingu af því eins og ég sagði áðan fyrir mér þá er sko Bitcoin og Ethereum og Dogecoin eða Dogecoin eða hvernig sem það er borið fram og allar hinnar guð má vita hvað margar rafmyndirnar fyrir mér er þetta allt eins sem er svona kannski svolítið eins og einhver sem er sko sem er enn svona hvað maður að segja, hefur enn minni þekkingu eða áhuga eða læsi í fjármálum horfir á hlutabrjámarkað, hann sé bara fullt af svona þriggjastafa nöfnum og plús og mínus og grænt og rautt við hliðina, þetta er allt eins en þessar rafmyndir eru ekki eins og þú komst inn á þetta náðan þú svona hvattir vinnin til þess að kaupa Bitcoin en hann fór að gera eitthvað allt annað akkurat í samtalenu á undan akkurat, að fólk svona álpast í það sem er vitlaust, það finnur trendi og þegar og svona dettur inn í eitthvað trend eins og bara hlustendur í þættinum eru núna að fá innsýn inn í eitthvað trend sem að gæti verið í 0 eða gæti haldið áfram eins og það hefur haldið bara við vitum ekki en það álpast inn í eitthvað og sér eitthvað trend bara frábært eitthvað við erum með eignarflokk sem hefur á síðust árum hækka 200% á ári að meðaltali, Bitcoin ég sé þann eignarflokk sé það trend og ég ákveð að kaupa eitthvað sem er annað en Bitcoin út af því að það er kannski fór upp 500% í fyrra þetta er málega bara við verðum svo biluð sem bara mannskeppna
þegar við förum að sjá svona tölur. Það er ekkert eðlilegt við þessar tölur. Nei. En þetta er rauninni bara allt sem að við sjáum það bara af hverju Uber skriljón biljónuna virði og Apple og allt þetta. Þetta er bara út af því að þetta nær til svo margra einstaklinga í einu. Já. Að það er rauninni að taka virði af svo mörgu öðru og búa til á einum stað. Og sko grunnurinn í þessu eins og svo mörgu er bara að ég meina þegar Google kemur fram og fer á hlutabréfamarkað, af hverju er þetta að reyna að kaupa í Yahoo eða AOL eða eitthvað? Bara Google kemur á markað 2004-06 og ég meina það var bara fínt bett. Ef þú trúðir á leitavél á netinu þá áttur bara að kaupa Google og hætt og bara ekki hugsa nú Google yfirverðlagt ætti að kaupa AOL í smá tíma af því það er komið fítus eða þú veist það er margir trúa það núna eða það er cool að settu nýja auglýsingu eða eitthvað skilur. Heldur snýst þetta bara að kaupa og halda. Vissulega hefur Dominos hækkað meir en Google sem listaði sama ár og þú veist ekki deilt hversu fárulegt það er og allt það. En þetta snýst að finna trend, eitthvað trend sem maður trúir á og í rauninni og þá er að tala kannski fólk sem er að fjárfesta til 10+ ára. Að kaupa eitthvað sem er svona up and coming, sem er á leiðinni, ekki eitthvað sem er búið að vera í langan tíma. Af því það er orðið svona full fjárfest og það er rauninni bara orðið stofnanapeningur sem er þar inni. Ef að lífeyrissjóðir er að fjárfesta í ykkur að þá svona fyrir þína parta átt þú ekkert endilega að vera að snerta mikið á því að þinn lífeyrissjóður er að kaupa og það er þín framtíð en svona áhættusæknin er í lágmarki sem er frábært ef fólk vill það en bara svona upp á að ná einhver arðsemi umfram það sem að lífeyrissjóðir sem er að færa rosalegar upphæðir ná fram að þá á maður að halda sig annars staðar. Þannig að í rauninni bara ef að einhver þarna finnst sniðugt það sem hann að sjá í gegnum dyrnar sem að ég kannski er að opna núna fara og lesa, fara og hittingi á rafmyntarráði, farið á netið, googlið alla þessa efasemdamenn, lesið það og lesið þess að það sem þeir eru að gagnrýna og hugsiði hvernig það spilast við kerfi í dag. Af því að oft það sem er verið að gagnrýna við Bitcoin er alveg með sama spegil ef þú horfir í hann með núverandi kerfi. Þannig að bara fara og lesa. Það er endalaust til af þekkingu og efni á íslensku líka, margir fyrirlestrar sem ég haldið sem eru dýpri og annað þessi mál. Bara skoðu þetta, ekki kaupa Bitcoin þú veist þegar ég heyri þetta, ekki kaupa innan við viku þegar ég heyri þetta, bara skoðu þetta og pæli í þessu og ekki kaupa eitthvað annað en Bitcoin, þú veist, kaupi Bitcoin og eigi það í eitthvað mánuði, haldi áfram að lesa ef þið lesi eitthvað í 6 mánuði ekki aðra rafmyndir þú veist, ef þið kaupi Bitcoin og lesi eitthvað í 6 mánuði og þið eru bara samfærið að Ethereum er að fara í rauninni hækka meira en Bitcoin á næstu 5 árum, kaupið þó Ethereum en ekki kaupa eitthvað kjaftaði í þessum geira út af því að þið eigi Bitcoin og skilji það og sjáu bara allt fara upp og það er eitthvað hundatákn sem að hækka meira en Bitcoin og þá breytir öllu Bitcoin í eitthvað annað. Sko, ég veit ekki hversu það eru örugglega svona 5 eða 6 manns sem ég þekki sem hafa grætt á því að eiga eitthvað annað en bara Bitcoin. Sérst, af því fólki sem á bara rafmyntir að sérst, fólk sem hefur að stunda viðskipti og skipta milli rafmynda, það hefur tap á því. Það bara er ekki eitthvað sem þú getur gert. Bara kaupa Bitcoin, strategin sem ég segi alltaf er bara fara með þann pening inn núna í dag sem þú mátt bara missa. Bara þegar þú setur peningin að inn, þá er hann í alvörunum bara gleymdur. Þú ert ekki að fara að gera neitt í 3-5 ár við þetta. Bara þú átt ekki pening lengur. Setur það inn að það í staðin fyrir að vera á mótnana að skoða verðið á Bitcoin eða hugsa aðra rafmyntir eða lesa aðra rafmyntir eða eitthvað þá á fólk að fara bara og reyna að eignast meiri krónur og taka lítinn hluta því og kaupa meira Bitcoin. Bara þú ert ekkert að spá í Bitcoin, þetta er bara autopilot strategía, þetta er bara eins og að kaupa Vanguard sjóð í rauninni sjóð sem að svolítið passar að kaupa bara trendi sem þú vilt kaupa mjög dreifður og bara gera þetta til lengri tíma, ekki missa svefni yfir þessu, veist, það er engin peningar að svirða að missa svefni yfir ykkur, ekki gamla meira og mátt missa og stefna ástvinnum og öðrum í kringu og þér sjálfum í hættu og þú myndir sko ranka kaup í rafmyndum sem bara svona
mjög áhættu sama fjárfestingu algjörlega, bara þannig þú þarft áttaði á því að það er að taka bara áhættu þolðitt þarf að vera mikið já, það þarf að vera mjög mikið og það þarf að vera peningur sem þú mátt tapa bara, þú veist, í raunmurla þannig að ef að aðlega þín er 1.000.000 þá má þetta ekkert kannski vera meira en 50 til 100.000 en ef að skilur þú átt eitthvað í húsinu og ert kannski að fjárfesta stærri peningum, þá er alltaf lægi að skalu prósentuna því það er eitthvað sem grípur þig þannig að, en eins og ég segi bara, ég meina, ef það er eitthvað fólk 20, 30, 40 að hlusta á hann þátt, ég meina, það er galið að eiga í einhverju sem var búið til fyrir nokkrum áratugum. Það er alltaf að kaupa eitthvað sem er framtíðin. Vissulega myndi ég ekki kaupa tæknifyrirtæki núna ef að vaxtast í heiminum er að hækka og það bara kostnaður við að vera með tæknifyrirtæki sem er ekki kannski með mikla veltu er ekki frábært, en sko að kaupa eitthvað sem að mun breyta ykkur. Interneti er að borða allan heiminn, bara eins og leikus og tölvur. Það er stóra trendi, það er risatrendi sem að rafmyndir og Bitcoin byggir ofan á. Bara horfa á hvað er næst, er það myndgreining eða eru tannlækna framtíðarinnar, ég veit ekki hvað er að fara að gerast, en eina sem ég veit er að heimurum mun ekki vera svona eftir 10 ár út af því að tölvur og interneti munu hafa breytt í algjörlega. Þannig að bara finna trendin þar, það er hægt að finna gott trend og kaupa vitlaust fyrirtæki og tapa öllu og það er ekki það sem maður á að gera, maður á að kaupa stóru miðana í stóru trendunum, fara þungur inn þar. Þannig að svona, það er bara góð strategía hjá fólki sem á mörg ár eftir á vinnumarka og ég tala nú ekki mitt heitt elskaða áhugamál lífeyriskerfið sem ég elska að hata í rauninni sko við erum að leggja til 18-20% af laununum okkar með og gegn okkar vilja, það eru einhverjum hlutar sem við stjórnum sjálf til lengri tíma, til mögru árana. Við sem einstaklingar þurfum ekki að vera að spara umfram þegar við verum 67, af því það er bara að vera að gera það fyrir okkur. Þannig að við þurfum aðeins að vera lungin og reyna að horfa svolítið á framtíðina og svona byggja okkur og eiga eitthvað í framtíðinni sem að við munum lifa í þegar að við ætlum að njóta þess að vera til og njóta ávaxta lífsins. Þannig að ég vil hugsa þannig, en það er ekkert endilega víst að það verði þannig. Það er bara bett, en ég held að svona internet og tölvur séu svona það er ansi mikið að gerast til að það veri ekki trendi áfram. Já, það er maðurinn sem sagði internetið er bara bóla, ég veit ekki hvort það hafi verið einhver maður sem sagði það, en það er ekki kannski eða þegar reiðhjóli að fundi upp að það þyrfti ekki að vera með einhverja nýsköpunar skrifstofu einhver staðar í einhverju landi. Nei, nú er þetta bara komið. Nú er þetta komið, sko. Já. Og það er svo fyndið eitt í viðbót með internetið og tölvur og eitthvað. Við erum að byggja ofan á kurvum sem eru exponential og ég get útskýrt þetta mjög einfaldan hátt. Ímyndum okkur að við séum út á sjó og sjórin er bara eitthvað skip eða að sjórin er bara eitthvað tækni eða eitthvað sem er stórt í samfélaginu, bara segjum interneti. Ef að þú ert út á sjó með bara pramma eða bara, þú ert með bara bátu bambus og ár og bara ekkert annað, ef að þú nær að halda þeim bát á floti meðan að aldan kemur sem er internetið, meðan hún bara hækkar og gleipir allt annað, þá myndu ná árangri þó er sért á versta bátnum á internetinu. Sama og við aðra tækni sem er að taka yfir og í rauninni bara annað sem á sér stað, en munurinn á eins og til dæmis rafmyndum og mörgu að núti er að rafmyndir og bálkakerfur að byggja ofan á svo mörgum exponential tæknum, ef það er einu til fleiri til orð, það ætti eiginlega að vera til að það er svo mikið að tækni en það eru tölvur hana, það eru að vera betri ár frá ár. Við erum með tölvu í vasanum sem við vorum ekki með í vasanum fyrir 13 ára síðan, 12-13 ára síðan. Við erum með internet, það er að koma 5G og síðan kemur 6G og 7G og það mun ekki þurfa ljóslegar eftir nokkur ár, það er bara staða. Það var einhver gervinhættir sem senda interneti til okkar. Þannig að tölvurnar er að vera betri og allt á internetinu er betra. Þannig að allt sem byggir á tölvum og interneti, það mun vera ennþá öflura þó að það sjálft breytist ekki neitt. Bara út af aðgengi fólks að símum, tölvum, internetinu og í rauninni gæðum sem að það býr upp á. Síðan ertu með þarna vona á
fjármálkerfið og það er að reyna að byggja eitthvað og síðan ofan á því ertu með eitthvað rafmyntir og dót. Þannig að allt þetta er að hækka á exponential hraða í veldisvexti út af því að það er að koma margir inn og eitthvað svona og það byggir ofan á tæknum marga leira niður sem í veldisvexti líka. Þannig að það er bara ástæðan fyrir að mikið af þessum hlutum, startupum og öðru er bara á sjúku virðismati, bara einhverjum mörgum landsframleiðslum Íslands, mörg fyrirtæki sem eru bara nánast ekki með borgandi viðskiptavinnu, er bara að þau eru að grípa svo mikið úr raunheimi út af því að þau eru að fara á trend sem er orðið augljóst og bara allir sjá að munu gleypa allt, bara vörubílstjórar, þú veist, frábært starf og 2 frændur mínir eru vörubílstjórar, en ég meina þetta er listmál. Það er bara tímaspursmál. Ekki mikill vöxtur í þessum. Nei, það er bara tímaspursmál og bara tölvunar er að geta þetta, skilur mig. Þannig að markaðshlutdeild bílstjóra og fyrirtæki sem eru með fólk í bílum að keyra frá A til B mun minnka og það er bara, það er bara þetta sannaða í dag. Hvort það sé búið að verðleggja inn er líklegt út af því þú getur sannaða, en á meðan þú getur ekki fært sönnur á því að muni gerast, að þá ertu með fjárfestingatengjum. Þannig að þetta er það sem mér finnst svo skemmtilegt við tækni og minnst ég vera svona rétt maður réttum stað að vera svona tæknigrúskari. Já, þetta er, og þú svona líka gaman að fylgjast með tala um þetta, það er svona lifnar, það er mjög svona líflegt yfir þér og mjög mikil samfæring og pælingar á bakvið þetta og það kemur þá kannski inn á þetta sem að er svona kannski svona önnur fjöður í þínum hatti, það eru þessi samtök sem að svona rétt að gera þann fyrirvara, við erum báðir þáttakendur í og það er þetta sem heitir áhrifarík umhyggja. Þar ertu það er svona hugmyndafræði það að í góðgerðum þá sé mikilvægt að setja, og þetta kemur inn á svolítið það sem að hvernig þú nálgast kannski fyrirluta þína starfsæfi, að setja verðmætin og peningana í þau málefni, eða kannski ekki í þau málefni, heldur leggja þeim samtökum og þeim aðilum og þeim einstaklingum lið sem eru að gera hvað mest fyrir almannaheillaverkefni og góðgerðarmál á sem skilvirkastan hátt. Já, það er, og þar ertu líka eins og segir, þú með kjórsturrétt sem er svona einhverjum marki ekki góðgerðarverkefni, svona samfélagsverkefni, en svo ertu líka með annað verkefni í þessu máli sem heitir gefum áfram. Þetta er endilega að koma aðeins inn á það. Akkurat, það er svona, mér finnst ég vera detta onni í nokkrar mjög djúpar hólur sem ég er ekki að koma mér upp úr út af því að bara þær ríghalda mér á rökum og gildum og öðru. Og rafmyndir, Bitcoin er ein hólan, síðan eru nokkrar hólur þarna og ein er til dæmis þessi áhrifaríka umhyggja sem heitir á ensku effective altruism og snýst að gefa hluta, og kannski fólk er að gefa 5-10% af tekjunum sínum, svona reyna það til málefna sem að þurfa virkilega á því að halda til að hámarka í rauninni bætingu á mannlegri líðan í heiminum. Það er til dæmis eitt flokkur, eða hámarka bætingu á líðan dýr, eða bjarga eins miklu vistkerfi og hægt er per krónu, eða binda eins mikið CO2 eins og hægt er fyrir hverja krónu á skilvirkan hátt. Þannig að sú hugmyndafræði finnst mér vera mjög sterk og ég sé ekki einmitt af hverju það ætti ekki að vera risastórt og það er margt þarna sem er hægt að gera sniðugt og búa til og örugglega reyna bara að fá fínt starf út úr ef að hlustendur hafa áhuga á því að þá er örugglega hægt að finna eitthvað þar til framtíðar sem er mjög spennandi. En í rauninni það sem er verið að gera þarna er að það er svolítið vera í rauninni gagnrýna núverandi kerfi, hvernig fólk er að gefa peninga til góðra málefna. Ég ætla ekki að nefna en góðgerðarfélag, en bara svona almennt, þið viti hvernig þetta er þegar fólk fer í kringluna og einhver vill fá pening í einhver góð málefni eða einhverjar safnanir eða þú gefur hérna einu svona ári eða 12 sinnum ári eitthvað, að þá er rauninni veit enginn hvert peningurinn að fara og það þarf ekkert endilega að vera eitthvað glæpsamlegt eða neitt þannig, bara það veit enginn hvert hann er að fara, það vantar skilvirknina eða það vantar sýnileikann. Síðan veistu ekki hvað er verið að gera við peningi nákvæmlega, þú veist, fór þetta ykkur laun hjá einhverjum starfsmanni eða fór þetta beint í að gera það sem þú vildi gefa fyrir, þannig að þú sér kannski einhverja auglýsingu, hérna
gróðstötu tré eða keyptu net til að verja malaríu eða eitthvað slíkt og þú veist ekki, skilur, er ég að kaupa bara net, er ég að kaupa net og vinnu og flutning eða þú veist, hvað er ég að kaupa og er net það besta sem ég get gert til að berjast við malaríu? Akkurat, og svona þessi hugmyndafræði ég veit ekki 7 ára gömul, 8 ára gömul sem bara svona alvöru heimspekileg hugmyndafræði akademísk og svona búin til og tekin saman á þennan hátt og í rauninni mjög heillandi og eitthvað sem að ég að reyna að beita mig fyrir og þú nefnir einmitt áhrifaríka umhyggju og ég veit að Kristrún var hérna í þætti hjá þér og hún einmitt í þessu líka. Já, og bara fólkdiskljósur, ég í þessu líka. Akkurat og við erum svolítið að reyna að horfa á það að nú voru að koma lög sem að heimila einstaklingum að fá skattaafslátt fyrir að gefa til góðra málum. Þannig að ef að fólk með eitthvað hjartansmál að þá getur það gefið til skráðara góðgerðarfélag á Íslandi og í rauninni láti gott af sér leiða á mjög skilvirkan hátt. Gallinn hins vegar að ekkert íslenskt félag í rauninni opið og skilvirt samkvæmt mælieiningum svona áhrifaríkri umhyggju hreyfingarinnar og það sem við erum svolítið að reyna að gera að breyta því og til dæmis eins og gefum áfram.is þá þetta svipu söfnunum síða og hlaupastyrkur þar sem að þú getur gefið áheit á eitthvað eða verið með safnanir eða gefið beint að fólk getur rauninni gefið til skilvirkustu félagi heiminum í ákveðnum málaflokki og við erum með 4 málaflokka, mannleg þjáning, vistkerfin og dýr og í rauninni svona hnattræn hlýnun eða í rauninni svona að verja það að komi ekki einhver katastrófa á jörðina og hnattræn hlýnun mjög ofalega þar. Þannig að fólk getur verið að velja þetta og gefi og nýtt skattaafsláttin til þess að gefa þangað og af því að félögin ekki skráð í Íslandi þannig að það ekki að nýta skattaafsláttin til að gefa til þeirra. Þannig að það margt þarna sem að mér finnst ótrúlega spennandi og eitthvað sem að við þurfum öll að breyta sem mannkyn af því að við getum fara að hugsa svona bara það alltaf aðkallandi þörf og mun alltaf vera. Við munum líklega halda áfram og heimur batnandi fyrr. Það algjörlega þannig. Fólk sem að tilbyður eða hugsa til Hans Rosling það veit það bara að skoða barnadauða fátækt að heimur batnandi fyrr og hann virkilega að verða betri fréttirnar birtast mjög samþeppaðar á það sem vont og af því það það sem aðkallandi en allt að vera betra en það verður alltaf eitthvað í heiminum sem aðkallandi og mun þurfa fjárveitingu frá fólki, ríkjum, Sameinuðu þjóðunum og bara öðrum embættum ef að við getum alltaf fundið það sem að veitir minnkar mannlega þjáningu mest á hverjum einasta tímapunkti og full fjármagna þannig að það verður ekki óskilvirkt út af því að það taki við ómiklum penning það það sem við eigum að gera á hverjum einasta tímapunkti þannig að við eigum að vera með svona fljótandi styrktarsjóði sem ekki alltaf að gefa það sama sem reyndar líka vont þú veist það þarf að vera eitthvað svona grunn fjárþur sem að mörg samtök fá en við allan að hinn getum reynt að beina og verið fullvissum að vera að taka á stærstu vandamálum heimsins eins og til dæmis með malaríu einn skilvirkasta leið til að minnka mannlega þjáningu að gefa til samtaka sem að berjast gegn malaríu ótrúlega einfalt, þetta einhver fluga og það til mótefni og efni sem getur bara lyf og bóluefni og alls konar til að fá ekki malaríu við getum fengið malaríulyf áður en förum til Afríku og Asíu eða þar sem að malaría algeng og við erum að tala um það fólk sem það fátækt að það á ekki efni á þessum lyfjum og í rauninni það bara mjög veikt og það deyja 200.000 ári úr malaríu og þar með tali bara fullt af börnum bara ein stærsta ástæða barnadauði heimur með malaríu bara halló, þetta ekki í lagi þannig að með því að gefa til þessara málefna kaupa flugnanett sem fólk getur haft yfir rúminu sinu, það bara bjarga mannslíf og þú getur sett bara svona marga krónur kaupa svona mörg net og þessi út af því þú gafst svona mörg net að þá ert að bjarga einu mannslíf þannig að ég man ekki hvað mannslíf 200 til 400.000 sem þarf til að bjarga komið vekk fyrir það einhver degi og malaríu akkurat, þannig að þú gefur til Against Malaria Foundation sem dæmi að þá það held ég þarna á bílinu að þú ert bara að kaupa raunverulegt mannslíf og þetta hljómar mjög svona kapitalist skrimsli að segja þetta og það það bara hvernig þessi peningur ekki til þegar við erum að prenta á Vesturlöndum nánast ótakmarkaðan pening af hverju þessi 200 skall ekki til að bjarga fólki úr malaríu og það eru stór samtök Gates Foundation, Melinda Gates Foundation og fullt af fleirum sem að taka stór slægina þarna og Sameinuðu þjóðirnar og fleiri
en við fólki getum verið að taka miklu meiri þátt í þessu. Önnuleið sem er mjög skilvirk í staðan fyrir að vera alltaf að gefa nágrannanum og minnka þjáningu fólks á Íslandi sem að býr við hæsta velferðarstig í heiminum, að þá getur til dæmis verið að kaupa A-vítamín til að gefa á fólki, ekki mat, heldur bara A-vítamín. Skortur á A-vítamíni veldur blindu, bæði til styttri tíma og til lengri tíma. Við getum verið að kaupa A-vítamín fyrir mörg þúsund manns, fyrir bara 10.000 manns, fyrir 10.000 manns er þetta kannski 50.000 krónur, bara A-vítamín, eitt skammtur, og þú ert að koma í veg fyrir blindu hjá mörg hundru manns. Þetta er ótrúlega tölur. Þegar maður setur þetta í raunsamhengi, rekur hverja krónu, reknar út áhrifin, að þá getur við bara í rauninni breytt algjörlega skoðun á því að í staðin fyrir að ég fari í kringlun og böggaður og vill ekki gefa 1.000 krónur, þá er ég tilbúin að gefa 50.000 krónur til að græja þetta. Er það mikill? Akkurat, ég skal bara fórna mér bara í nokkra mánuði og safna fyrir þessu 50 skalli, bara borða 10% ódýrari mat í 3 mánuði til þess að safna þessu 50 skalli. Þú veist, ég er tilbúin að gera það og þú veist, ég er að gera það með því að gefa og svona reyna að beita mér í þessu. Þannig að þetta er mjög áhugavert og hvet bara alla til að skoða þetta sem hafa áhuga. Þetta er Facebook-hópur áhrifrík umhyggja og síðan er gefum áfram.is líka vettvangur sem er að fara í lofti og bara, það eitt er að græða pening og líða vel í framtíðinni og eiga nóg fyrir sig, en sko hamingjan er erfið í fyrsta lagi, það er erfitt að vera hamingjusamur og allt það, en bara stóra rannsóknir og svona mikið bendir til þess að einn stærsta og besta leið að hamingju er að láta gott af sér leiða og þarna þá getur þú látið svo ótrúlega gott að leiða á svo skilvirkan hátt og á svo beinan og mælanlegan hátt að þér í alvörunni líður eins og þú sért að bjarga fólki og minnka þeirra þjáningu af því þú ert í rauninni að gera þannig að þetta er ekki eitthvað svindl eða gera eitthvað sem er ekki alveg rétt, þetta er bara bein áhrif. Þannig að það er frábært ef að hlustendur er að ná áast að sitt pund en hugsa sig að taka kannski 5% af því sem það eignast á hverju ári og gefa á þennan hátt bara, það er og byrja bara smátt, byrja á einni gjöf og gefa þeirra getur. Það er ótrúlegt hvað hefur mikil áhrif á mann, af því þá fer maður að hugsa, ok, ég er einstaklingur og ef ég kannski ekki í sambandi þá er einn einstaklingur og ég á foreldra og systkini kannski, en ef ég er í sambandi þá á ég partner og ef ég á börn þá eru það líka einstaklingar sem ég er að hugsa í mínu nærniti en að geta hugsa mörg þúsund manns út í heimi, ekki einhver fjölskylda eða eitthvað sem er eitthvað marketing og einhver er að leita með pening, heldur bara ég vaknaði daginn, Íslendingur á Íslandi er að hlusta á þáttum fjármál ástum með pund, gengur vel ég get bara verið að bjarga mörg þúsund manns og hjálpa bara, og það getur bara verið mín arfleið ég get bara dáið á morgun sáttur, bara arfleiðin mín var að ég gerði þetta fyrir mörg þúsund manns það er í alvörinni nóg fyrir mig. Það er ótrúlega fallegt. Já, það er svo fallegt og við erum ekki að tala að kosti 100 milljónir. Þú veist, við erum að tala 10 skall þannig að þetta er svona mjög spennandi og líka það sem ég finnst kannski eitthvað áhugaverðast í þessari hreyfingu er það að það er ekki verið að líta á það að vinna og eignast mikið laun og góða vinnu og eitthvað á vondan hátt. Það er meira þess að fólk innan hreyfingarna sem segja bara reyndu að fara í bankakerfið og verða þess ríkur og getur af því þá getur þú gefið svo mikið pening og það er skilvirkasta leiðin þín sem einstaklingur í staðan fyrir að fara kannski og vinna fyrir hjálparsamtök. Það eru margir sem geta gert það en ef þú virkilega kemst inn í bankakerfið eignast 100 milljóna. Tala nú ekki að þú getur alltaf áhrif á það hvernig það fókusar sínum áherslum. Akkurat og ekki bara bankakerfið, ég meina frumkvöldnar og alls konar sniðut sem hægt er að gera en bara fólk getur svolítið fengið að vera í sín í friði en samt haft þessi ótrúlega áhrif og í rauninni teki peningin og í rauninni bara keypt sér hamingju af því að þetta er bara nákvæmlega það og í þessu samhengi finnst mér að það í lagi að segja þetta af því að bara það er ekki hægt að kaupa hamingju en ef þú ert að láta gott að leiða þá er það kannski það sem kemst næsti af öllu og þetta er einmitt gegnumgangandi í mörgu svona fjármála pælingum að þegar þú ert komin á þann stað að þú getur látið eitthvað að þið leiða þá átt að gera það og sko, þér ber skylda til þess svona óskrifu skylda þetta svona borgaraleg skylda og sko algjörlega
að innlendum hjálparsamtökum ólöstuðum, að þá það eru sko tækifærin á að koma peningum til landa þar sem að þú veist bara 100 íslenskar krónur skipta bara gríðarlega miklu máli, að þar er hægt að hjálpa fólki sem er á svo svakalega vondum stað á aðeins betri stað. Akkurat. Það er ótrúlega, og býr við verra grunnnet velferðarkerfi í rauninni. Það er eiginlega bara ekki að tala að búi við neitt grunnnet kannski nema bara sína ein fjölskyldu. Þannig að þetta eru mjög skemmtilega mál, endilega einmitt hvetja ykkur til þess að skoða þetta og sérstaklega hennar skattafslátt, af því að hann virkjast núna 1. nóvember og í rauninni það hefur ekkert verið fjallað þetta en mun líklega var gert í kostningum, þetta er sniðugt að hafa gert þetta rétt við kostningar. Það er gott að gera alls konar á þeim tíma. Akkurat. Og þarna getur þú fengið tilbaka, þú færið í rauninni tilbaka það sem ígildi tekjuskattsins af 350.000 krónum á ári. Og það er alveg heilmiklu peningar, sérstaklega fyrir fólk sem er komið upp í annað, og ég tala nú ekki þriðja hæsta skattþrepið, þá er þetta bara næstum því helmings, ef við getum sett innan gæsalappa mótframlag. Akkurat, sem fyrir að þú ert að gera peningin nánast tvöfalt skilvirkari. Já, þannig að það er gott að gera það. Heyrðu, ég held að við ættum að slá botnin í þennan góða þátt, við erum búin að fara hérna mjög víða og ég bara svo verandi sá sem ég er eftir hérna hlustendur þess að þáttar hafa heyrt mjög mikið talað rafmyntir og fjárfestingar í rafmyndum og ég veit þú tekur undir með mig Kristján að ef fólk er að skoða þetta að kynna sér þetta rosalega vel því þarna erum við að tala áhættusamar fjárfestingar sem eru ekki fyrir nýja bylgju, eitthvað sem er nýtt. Já, algjörlega. Þannig að bara að þessu sögðu þá þakka ég þig Kristján kærlega fyrir komuna. Og ef þú, kæri hlustandi, hafðir ánægju af þessu eða gagna af þessu spjalli þá máttu endilega benda vinum og fjölskyldu á að hlusta á leitina að peningunum. Og ef þú lumar á áhugaverðri sögu heimilisfjármál, vilt spyrja spurninga eða benda á góðan viðmælanda, þá máttu endilega hafa samband á Facebook síðunni leitina að peningunum. Takk fyrir að hlusta.